Hérna ætlum við aðeins að skoða hvernig maður tekur aðganginn sinn úr sambandi á Edfinning Live. Og það getur einmitt líka verið ástæða þess að maður er ósýnilegur inn á svæðin. Það er að segja að aðrir hérna finnir mann ekki. Nú, við byrjum á því að fara inn á edfinning.net og skráum okkur þar inn með okkar aðgangsorðum. Þá erum við komin inn á Edfinning Live sem er þetta eiginlega skólasamfélag Edfinning sem kennarar geta komist í samband, stofna verkefni, skrá sig á netnámskeið og fleira. Segjum sem svo að þú sést ekki að kenna næsta skólaár og þú viljir þess að taka aðgangiðinn úr sambandi, þannig að aðrir sjáu þið ekki þarna inni. Þá ferðu hérna í Edit og þar í Privacy and Security og þar sjáu þið að það stendur Deactivate Profile, að taka aðganginn úr sambandi. Og til smellið hér á og þá kemur tilkynning sem útskýrir hvað gerist, hvort sittur og glafis. Það þýðir að enginn getur fundið þig, það er ekkert að bjóða þér í verkefni og svo framvegis. Og við viljum það, því við erum að fara að taka okkur frí og við fáum tilkynningu að það hafi verið gert og síðan vistum við breytingarnar. Nú þá erum við búin að taka aðganginn okkar úr sambandi og það er tilkynning þess efnis hérna fremst á síðun ykkar. Nú, hvað ef að fólk finnur ykkur ekki þarna inni? Það er, þú veist, á að fara að bjóða þér í verkefni en fólk er að leita þér og þú finnst ekki. Þá er þetta mjög líklega ástæðan. Og það hefur komið fyrir að fólk hefur í misgripum aftengt aðganginn sinn eða það hefur gerst af einhverjum tæknilegum ástæðum. Og þá er einfalt að leysa það, þá bara næst þegar þú skráir þig inn, þá sérðu þessa tilkynningu, þú velur hér skólan sem þú starfar við og smellir á Activate Profile. Og þá kemur tilkynning sem segir að það hefur verið gert og núna ertu sem sagt orðinn sýnilegur aftur. Og þetta var örlítið það hvernig maður tengir og aftengir aðganginn sinn inn á Edfinning Live. Gangi vel.